Til hamingju með Síðrunabba í 32 km hlaupinu á Jökulsárhlaupinu. Já, takk fyrir það. Hvernig gekk þetta, svona hlaupið sjálft og brautin? Já, þetta gekk bara ágætlega. Fyrir þetta brautin var mjög blaut og mikil drulla. Ég datt 4 sinnum, einu sinni frekar illa. Já. En annars á sléttuköflunum náði ég bara að peysa vel og leið vel. Já, þú hefur hlaupið þetta áður? Nei, aldrei. Heldur þú myndi taka aftur? Já, ég held það. Þetta er annað utanvegarhlaupið mitt. Ég hljóp Snæfellsjökul í fyrra. Já, ég held að. Já, alveg pottið þetta er rosalega flott. Já, skemmtilegt hlaup. Þó að það hefði verið kannski brautin hafi verið svolítið blaut. Já, mjög skemmtileg braut og fallegt. Já, hvað var tíminn hjá þér? 2:55:25. Heldurðu að með betri aðstæðum að þú hefur náð betri tíma? Já, pottið. Alveg pottið. Hvernig ertu búin að undirbúa þig fyrir þetta hlaup? Mjög lítið. Já. Ég er bara svona almennt? Bara búin að almennt að æfa. Lítið búin að taka utanvegar hlaup sko. Já. Hljóp síðast þarna í Haukahlaupinu en annars bara lítið. Já, hefurðu verið að taka einhver löng hlaup? Nei, þetta er lengsta hlaupin hitt í sumar. Lengsta hlaupið í sumar? Já, lengst 26 í róliheitum. Einu sinni. Já, þannig að þetta er bara flottur árangur. Já, bara frábært og gaman. Já, en þú ert að æfa með F-fáingunum, ekki Hafnarfirði? Jú, FH og 3SH. Og 3SH? Já. Hvað er þetta oft í viku? Svona 5 til 7 sinnum. 5 til 7 sinnum? Já. Og hvað eru það hlaupa, sund og hjól? Já. Finnst þér að skipta máli eftir að byrja svona í þríþrautinni, hjól og sundi, finnst þér að skila sér inn í hlaupin? Já, mér finnst hjólið sérstaklega að skila sér. Það er bara minni þreyta, minna álag og þar af leiðandi minna þreytt í hlaupunum. Já, en þú færð fullt út úr hjólaæfingunum? Já, alveg rosa mikið. Já, mér finnst það. Gefa mér mjög mikið. Og ég er búin að hlaupa minna en ég hef gert undanfarið. Þannig að það er klárlega að skila sér. Frábært, til hamingju aftur. Takk fyrir það.